Það var greinilega farið við það. Þeir getu sært KR-ingarna með þessu. Sjáum að Víkingarnir ekki að taka klessuhornin frægu sem þeir tóku á Laugardalsvellinum með gegn KA. KR-ingar verða að stýra á svæði 1-0! Aron Elís Þrándarsson! Hann búinn að gera þetta nokkrum sinnum í sumar! Hann virðist alltaf vera einn! Já, þetta bara ólíkinn. Hann bara veður hann inn í teginn og flugbraut og inn í loftinu. Þannig að Danny Djuric. Herðu, þetta ekki góð sending tilbaka! Danny Djuric! Refsar í KR-ingum! Skelfileg sending tilbaka! Og Víkingar refsar! Danny Djuric á flugfólta fórustuna. Þetta var gjöf! Hann slapp í Jónin enn á Sigurbjörn. Já, þetta úr karakterinu. Innan markinu, KR-ingarnir koma þessi í burtu, þá var það Benóný Breki, kemd hérna aðeins áfram með boltan, Kristinn Jónsson með honum hér á fleygiferð, Daniel Djuric reynir að elta hann, Kristinn Jónsson gerir þetta vel, pikkar sérinn á Benóný Breki, minkar munið, þetta var hörku skyndisókn hjá KR-ingum sem endar í netinu og KR-ingar komnir inn í þennan leik. KR-ingar ná að koma þessum bolta hérna áfram, Benóný Breki kemur inn á Stefán Orta Geirsson, sjá sprettin á Kristi Jónssoni, Stefán Orta Geirsson kemur hér á fleygiferð. Hann að taka þetta aftur eins og áðan. Stefán Orti Geirsson, hann kominn alla leið. Kristinn Jónsson, jafnar metið. Fyrir KR-ingar. Þeir taka aftur svona skyndisókn eftir hornspyrnu Víkinga. Þetta bara nánast copy-paste. Já, þetta geggjur skyndisókn og aftur eins og segir bara fara direkt beint á þetta og keyra Stefán inn á núna. Sjá það, frábær snertingarna hjá Stefáni. Benóný Breki og sjáum þessi að sprettinni á Stefán Orta og ég tala nú ekki sprettinni